Góðan daginn. Ég ætla að fara í gegnum nokkrar líkamsvitundaræfingar sem ágætis framhald eftir skynfæra yfirferðina. Að hugsa sjónina, heyrnina, bragðið, lyktina, snertinguna og ekki síður til að reyna þess að tengja á milli hugans okkar og líkamans og ná svolítið aftur tengslum við systemið okkar allt saman og ekki síst hjálpa okkur við sjálfsskynjunina og að átta okkur sjálfum í svona tíma og rúmi eins og maður segir. Þetta eru einfaldar æfingar sem þið geti gert í raun hvar sem geti við bara þegar að bursta tennurnar, aðeins leyft ykkur að finna fyrir líkamanum og senda hugan svolítið alveg niður í tær og út í fingur og hugsa svolítið kerfið okkar. Og við ætlum að byrja bara á því að finna fyrir því hvernig við stöndum. Og ég að rugga núna með þungan minn fram á tær og með þungan minn aftur á hæla. Og ég þrýsti tábergjunum niður í gólf og svo þrýsti ég hælnum niður í gólf. Og ég rugga hérna þess fram og tilbaka og finn fyrir ylinni, finn þungan færast fram á tærnar, aftur á hælinn og ég með jafnan þunga á hægri og vinstri fæti og ég ætla að rugga í smá tíma þangað til ég svona hvorki á tá né hæl. Þess að ég finn eiginlega ekki meiri þunga á tánum heldur en á hælnum. Þá ætla ég aðeins að færa þungan milli hægri og vinstri og ég ætla ekki að hreyfa neitt í líkamanum. Ég ætla bara að láta allan þungan minn fara yfir á hægri og svo fer allur þunginn yfir á vinstri. Og ég leyfi þessu að gerast nokkrum sinnum. Ég fer alveg út á jakkann á hægri fæti og alveg út á jakkann á vinstri. Jakkinn hérna jaðarinn á fætinum. Og ég þrýsti vinstri fætinum niður, þrýsti hægri fætinum niður. Og svo ætla ég smám saman að draga úr sveiflunni þangað til mér finnst ég vera jafn mikið á báðum fótum. Ég þá hvorki fram né aftur, né meira á hægri heldur en vinstri. Nú ég bein og þyngdin minn hvílur í miðlínu á undirstöðunni. Þá ætla ég aðeins að setja athyglina mína á hnjáliðina og ég aðeins að rétta og beygja hnén til skiptis og ég get farið alveg aftur með hnén mín, alveg læst þeim aftur og svo get ég beygt þau svolítið fram og ég ætla að róla hérna aðeins aftur og fram milli þess að vera alveg rétt og alveg svolítið bogin og ætla að rúlla mér hérna pínu stund þangað til ég finn að ég svona hvorki né. Hnén eru ekki bogin en þau eru heldur ekki læst aftur. Og ég ætla að fara hérna upp í mjaðmagrindina og ég ætla að rúlla henni svolítið, ég dreg skottið undir mig og svo fer ég aftur með róuna og ég dreg undir mig botninn og ég fetti mig aftur og ég ætla að hlusta hvað gerist í hnjánum þegar ég að þessu. Ef ég fetti mig aftur þá leita hnén aftur og ef ég dreg rassinn undir mig þá leita hnén fram. Þannig ég ætla að rugga þessu svona fram og aftur þangað til ég finn að hnén lenda í miðlínu ofan á fótum sem í miðlínu og ég bein hérna líka. Og núna ætla ég aðeins bara að anda djúpt og draga axlirnar upp og ég spenni og ég slaka og ég draga axlir upp að eyrum og anda inn og svo sleppi ég og slaka aðeins. Og ég ætla að prófa að leyfa handleggjunum mínum að vera alveg slökum. Ef maður mjög spenntur þá maður svolítið svona stundum. Maður bara með hendurnar einhvern veginn hengdar upp. En ég ætla að leyfa þeim að hvíla mjög slökum. Og aðferðin við að slaka svolítið á höndunum sem ég ætla að nota að ég ætla að vinda upp á bolinn bara varlega og lítið og ég ætla að hugsa að ég sé með öxul inn í mér, alveg hérna frá höfði, niður sirka nafla og ég að snúast í kringum innan öxul. Fæturnir svona bara elta, þeir eru ekkert að stýra hreyfingunni
heldur ég bara að snúast þennan öxul í bolnum. Og þegar ég geri það, og þá mega hendurnar bara svona hanga með. Og svo ætla ég að auka aðeins kraftinn í hreyfingunni. Muna anda djúpt og ég leyfi höndunum svolítið að svífa út og slást. En ég ekki að ýta þeim út með vöðvavirkni, heldur ég bara að láta sveifluna ýta höndunum út, svona bara með miðflóttaaflinu. Og þegar ég stoppa, þá slást hendurnar utan í mig. Og ég get fundið fyrir handabökunum og höndunum og ég get fundið þar sem þær lenda á mjöðmunum. Fundið þessa snertingu og verið svolítið meðvituð ég er með hendur og þær að slást í mjöðmunar á mér og ég að snúast þennan miðpunkt minn, þennan öxul og hálsinn laus og liðugur. Ég slaka á andadrættinum, hann ekki spenntur og ég ekki að halda niðri mér andanum. Þetta getur verið mjög erfitt þegar maður búinn að vera spenntur mjög lengi. Það getur verið ofboðslega erfitt að reyna að ná slökun þarna. En þannig að æfingi skapa meistarann og við getum svona aðeins bara ruggað okkur til, fundið punktinn okkar með því að þrýsta á táberg, þrýsta á hæl, þrýsta á hægri, þrýsta á vinstri, lendi í miðjunni, stilla á hnén, stilla að mjaðmagrindina, slaka á öxlunum, spenna og gefa eftir og svo tek ég snúningin. Búp, búp, búp. Og ég leyfi höfðinu bara að fylgja. Ef að jafnvægið sæmilegt, þá get ég lokað augunum, það áreynsla. En það gott líka að hugsa, hvar eru iljarnar mínar, hvar undirstöðuflöturinn minn, hvar jafnvægið mitt. Svona þegar við getum gert sveifluna svolítið ósjálfrátt, þá getum við farið að hugsa, ég þrýsti þunganum mínum niður í iljarnar og ég finn að ég stend á gólfinu. Ok, slaka svolítið á handleggjanum og nú ætla ég aðeins að vekja svolítið þar úr skónum, ágætt að vera bara berfættur eða ekki í skóm og ég ætla aðeins að stappa hérna niður í gólfið og ég að gefa snertiskyninu mínu skilaboð hvar iljarnar mínar eru. Ég að slá upp undir iljarnar og ég líka að gefa ökklanum, sköflunum, hnjánum, vöðvunum, mjöðmunum, skilaboðum, ég hér, hérna ég. Og ég ætla að bæta aðeins við þetta, nú ætla ég að standa svolítið kjur og ég ætla að nota hendurnar mínar, ég bý til svona eins og kúpur sem að virka eins og loftpúðar, þannig að maður ekki að fleikja sjálfan sig, heldur bara að gefa svona pínu búst og ég ætla að gefa mér smá áreiti á mjaðmasvæðið, á lærin, ég ætla að fara niður, ég ætla að slá niður eftir öllum fótlegg framan, alveg niður á rist og svo ætla ég að fara aftan á og slá upp, alla leiðina upp á mjóbak, fram á við og ég fer nokkrar ferðir upp og niður, aftur á bak og ég ætla að leyfa mér að finna hvar húðin mín hvar vöðvarnir mínir eru, hnéliðurinn, sköflungurinn, ég ætla að koma við kálfana, hnésbótina, lærin, rassinn, mjaðmir, maga og svo finn ég núna svolítið svona titring í kerfinu og ætla svona að senda hugan þarna niður og hugsa já, ég með fætur. Þeir eru þarna og þarna sköflungurinn og þarna kálfinn og það allt saman. Og ég að vera meðvituð sjálfa mig. Ég ætla að gera það sama hérna ofar, ég ætla aðeins að slá á kviðinn, brjóstkassan, út á axlirnar og svo ætla ég að fara út á handlegginn og fram á hendi og ég bara svona að gefa mér pínu svona klapp hérna, farið niður, aftur upp, fram og þá tek ég hina hendina, slæ upp, fram og svo undir og niður á mitti, aftur fram og ég skipti yfir á hina hendina. Fer fyrst hérna upp, áfram á efri kantinum og svo fer ég undir og niður á mitti
og aftur upp og þá klappa ég ofan á hinni hendinni upp á háls, aftur fram, undir lófann og neðan undir handlegginn og niður á mitti og aftur upp og svona. Og svo strýk ég mér aðeins. Ég er bara að gefa mér skilaboð hvar eru hendurnar mínar, hvar eru axlirnar mínar, hvar eru olnbogarnir. Og ég get farið aftur á bakið, fundið hálsinn minn, hnakkann, höfuðið, aðeins svona eins og ég sé bara að nudda hársvörðinn og framan í. Þess að finna fyrir sjálfur mér og slaka. Þetta mæli ég með að gera, nota hugann til að hugsa sig niður í líkamann, senda áreiti sem er ekki óþægilegt. Ef ykkur finnst eitthvað óþægilegt þá breytið þið bara til. Ef þið vilja ekki slá, þá bara komið þið rólega við. Getið bara klipið til dæmis, einhver önnur hreyfing, einhver önnur snerting, það sem ykkur finnst öruggt að gera. Og nota eins og ég segi tækifærið, kannski þegar maður er að hræra í súpu og þá getur maður verið svona færa þungan milli hægri og vinstri, senda hugann niður í tærnar, finna fyrir þeim, stappa hans niður í gólfið, jarðtengja sig svolítið og almennt séð bara reyna svolítið að finna aftur hvar líkaminn er. Og við getum líka sagt í huganum, ég er að hlusta á magann, ég er að hlusta á lærin, ég er að hlusta á hnén, ég er að hlusta á olnbogann, ég er að hlusta á brjóstkassann, ég er að hlusta á höfuðið á mér og ég ætla að veita því athygli og ég ætla að vera næm fyrir því hvar skrokkurinn minn er. Ef þetta er óþægilegt, þá takið þið pásu, finnið betra tækifæri, en þegar góð tækifæri gefast, að gera að vinna aðeins með það, að nota líka sjónina, horfa, beina athyglinni að líkamanum okkar, finna fyrir honum og hvar er hann. Og ég er til og ég er hér og þetta er undirstaðan mín og ég er hérna, þetta er svæðið mitt. Hingað má enginn koma í leyfisleysi. Til þess að mega koma inn á mitt svæði þá þarftu að biðja leyfi og ég get veitt þér leyfi eða ekki. Það eru mörkin mín. Þetta er mitt svæði og við getum líka hugsað það til dæmis þegar við erum að sveifla. Þangað sem hendin mín nær, það er svæðið mitt. Ég á það og ég ræð hvað ég ger inn á þessu svæði. Og þetta er líkaminn minn. Ég á hann, ég get talað við hann og sent honum skilaboð og hlustað á hann. Takk í dag.